Silla er að reyna að justify að kaupa Nintendo Switch 2. Þetta lítur ekkert eðlilega girnilega út. Þetta grínast í mér. Þú veist, hvaða kjaftaði? Góðan daginn, guys. Það er nýtt vlog og í dag er mánudagur. Gleðilegan mánudag, Silla. Þetta vlog verður annarkvort 2, 3 eða 4 dagar, ég veit það ekki. Það er ógeðslega mikið mánudagsveður úti. Já, það eru samt 35 gráður úti, en það er smá skýjað, þannig að við erum að fara í trampólíngarð. Það verður mjög áhugavert. Erum við alltaf gömul í það? Líklegast. Er okkur alveg sama? Já. Let's go. Já, þetta lúkkar aðeins stærra. Já, þetta lúkkar aðeins stærra en það sem við fórum í Flórida. Það má ekki gera neitt nema bara hoppa. Þetta er ekki gaman. Bara gaman. Já, þú mátt bara hoppa venjulega, þú mátt ekki gera neitt flikka neitt. Sko, það er dodgeball, það er lokað, það er fullt eitthvað risa dæmi hérna. Og það er undir 1,40 til að fara í það. Nei, 1,30. Kom svo, Silla. Kom svo, go for it. Þú getur þetta. Hvað? Þú ert náttúrulega að taka þetta bara dun. Silla, ef það er 6 ára krakki sem getur þetta, þá getur þú þetta. Já, flott. Já, let's go. Það er svona krökkum að fara í vitlaus átt. Sko, ef að Silla gæti þá gæti ég þetta. Ég handa þér. Þetta er bara stór hættulegur rostur. Þetta er stressuð. Já, ég þetta þetta. Sko, bróðinn sem er 1,40 hæð, 1,30 hæð, sorry, hann næri þessu. 1,20 með þessa. Sko, það eru bara svona 13 ára krakkar að vinna hérna. Ég er svona pínu stressuð að treysta þeim fyrir öryggi mitt, en... Jæja, er það eitthvað? Þú veist þessi græna er starfsmaður, hún er svona 12 ára max, svona ángríns. Ég fekk ljótustu sokkana í garðinum. Silla, þú eru þessu loksins, þetta eru svona 6-7 metrar. Ég er ekki að reyna að fyndin. Æ, allt í góð, þú getur þetta. Já, 3, 2, 1, go! Já. Þú þarf bara að greipa í þetta. Nei, Silla! Silla ætlar að reyna á örugglega bleikagimmer en þau þekkja hana rétt. Jæja, $4 er búin að eyðast í þessu. Við erum að henda öðrum $4 í. Þetta er svo mikið skam. Sjáu þetta. Þú veist, hvaða kjaftaði? Góðan daginn, guys. Við erum komin á In and Out. Ég held að þetta væri bara í LA hjá hana flugvöllunum, en hann er víst líka hérna í Austin, Texas. Já, þetta er mjög vinsæll staður á TikTok og eiginlega bara í heiminum, þannig að já, ég er spenntur að smakka hann. Ice og Diet Coke. Þetta er svona pínu old school staður. Já, við erum sko 5 saman, en frekjan í litla bróðum mínum þurfti að setja annar staðar og það er ekki pláss fyrir okkur öll þar, þannig að sko, við fengum okkur eitt franskar saman, einar franskar. Og svo fekk Óli sér osthamborgara og ég fekk mér bara hamborgara. Og við þurftum að adda auka á og við erum með 2 drykki, medium gos, sem er eins og stór á Íslandi. Þetta kostaði samtals $15.59. Þetta myndi kosta örugglega svona $50 heima. Þetta lítur ekkert eðlilega girnilega út. Þetta grínast í mér. Heyrðu, þá erum við komin borgarann. Við skulum gera taste test. Ok, Silla er strax búin að dig inn. Silla, fyrstu viðbrögð? Sósan er góð. Sósan er góð, ég er mjög spenntur. Það lítur svona út. Fárlega gott. Vá, ég þarf að veðja að thumbnail á þessu vídeo verið við hana á In and Out hjá flugvellinum. Ógeðst, ef þið ítti á vídeóið fyrir það, I'm so sorry, það var clickbait. Ég gef þessu svona solid 9 einhvern. Þetta var bara ángríns mjög gott. Ég hef ekkert neikvætt við þetta að segja. Þetta var örugglega ángríns, eitt besti hamborgari sem að ég smakað, þannig ég ætla að gefa hann 10 af 10. Mér finnst franskarnar samt ekkert eitthvað merkilegt. Við samt slátruðum þessu. Franskarnar voru bara svona 7 af 10, en borgarinn var alveg 10. Þú veist, franskarnar voru ekkert svona yfirburða. Þannig að stuttasagan er, ef þið sjá einhvern tímann In and Out, fara að smakkið. Ég held ég munum koma inn aftur áður við förum heim. Við erum núna inn í Marshalls. Ástæðan fyrir tók kamerun ekki inn eða því að ég held við varum ekki að gera neitt. En Silla er til. Sko, þetta er eiginlega allt sem ég er að versla eru íþróttatoppar út af því að það er bara hags. Ef þú finnur íþróttatoppa, það er eiginlega oftast eins og New Balance og eitthvað. Það er miklu ódýrara eins og ég er búin að finna, það eru 2 pakka, 8 kostar $60 en er á 20.
sama, Calvin Klein toppur, reyndar ekki íþrótta heldur bara svona venjulegur. 8.35 er á 20. Það er svo mikið af svona Calvin Klein á mig. Nú mánudagur, við komum hingað á miðvikudaginn. Fórum við ekki á miðvikudaginn? Nei, hvenær komum við? Á fimmtudaginn? Nei, við komum á miðvikudaginn. Við komum hingað á miðvikudaginn. Það er magnað, það er mánudagur í dag og ég er að fara í Target í annað skipti. Ég og Silla vorum að afreisa Target einu svona dag oft, sko. Þannig að við erum að bæta okkur, en já, við erum komin í Super Target. Shocker. Þetta er, já, risa Target. Silla er að reyna að justify að kaupa Nintendo Switch 2 bara til að geta spila Mario Kart. Hún kostar 449,99. Sko, ég kom inn fyrir 1 hlut og það var tannkrem. Munið, 1 hlut. Af hverju lítur karfan svona full út? Smá ráð frá mér til ykkur. Ef ykkur vantar gott spil, skemmtilegt spil til að spila með fjölskyldu eða vinum, mæli ég rosalega mikið með Flip 7 og sérstaklega útgáfu 2 sem er Flip 7 heitir eitthvað með Vengeance eða eitthvað, manna ekki. Mjög gott spil. Mæli með að bara byrja á fyrsta spilinu. Þetta kostar 7,99 hérna í Target. Ástæðan hverju að kaupa þeirra því að við gleymdum okkar heima og ég held við 2 stykki heima því að okkur fannst það svo gaman og svo einhvern tíma fundum við ekki að við þurftum að kaupa nýtt. En svo, mér langar eiginlega að finna spil Flip 7 2 af því að okkur persónulega finnst það skemmtilegra nema ég er búinn að fara núna í 3 búðir og ég finn það í hvergi þannig að ég er að pæla að kaupa þetta hér af því að mér langar að spila þetta. Þetta er actually mjög skemmtilegt. Mælum að checka á þessu. Það er líka rosalega margir eftir vlog nr. 2 þegar við fórum í matvörubúðina að sýna hvað kostar í Bandaríkjunum versus Íslandi að gera meira og gera núna öðruvísi vörur sem sagt ekki bara matvöruvörur. Nú ætla ég að koma í dæmi með óvala-brúsa. Óvala-brúsar eru ógeðslega vinsælir. Ég er persónulega á svona svartan og Silla á svona, ég veit ekki, 7 brúsa kannski. Og eins og sjáu þá þetta er lítið úrval hérna í Target, en þetta er samt alveg slatti. Og á Íslandi, ódýrasti óvala-brúsinu sem ég fann á Íslandi var þetta hérna vel. Hérna kostar 29,99 á kaupið þetta hér og heima. Þetta voru minnstastæðin, það er til 32 ounce og svo er líka til, svo er stærri stæðin á 34,99. Ok, við erum búin í Target. Þetta voru svona $195. Gerum haul. Heyrðu, við skulum fara við það sem við keyptum í Target og Marshalls og ég ætla að setja verðið með í íslenskum krónum. Sko, ég verð að gefa Sillu heiðurinn á flesta af þessu. Hérna erum við með burstar sem við erum búin að opna og ég veit ekkert hvað er. Krókódílaklippur, ég veit ekkert hvað þetta er. Já, hérna er þessi bursti. Eitthvað krem, eitthvað bóludæmi, headbands, hárteygjur, 30 eyrnapinnar, fleiri eyrnapinnar, munnskol, einhver olía, hausar á tannbursta, Advil sem er basically bara íbúfen, einhver svona wipes, reusable shower caps, svo keypti Silla sér 2 pakka af tannkremi og ég keypti mér tannkremi mitt af því að það er búið. Mr. Beast sticks, þetta er basically af því að við erum að fara að gera USA með taste test, svo keypti Silla sér stuttbuxur og einhvern ból, peysa, dropa. Ég keypti einn Alani fyrir USA með taste test, that's it í Target. Síðan fórum við í búð sem heitir Marshalls, þar sem ég hélt að vorum ekki að fara að eyða miklu en veittum $132,75. Silla keypti sér New Balance toppa á 19,99, rektarsokka á 9,99, átti að vera á 17, Calvin Klein topp á 14,99, átti að vera á 38 og fleiri íþróttatoppa á 19,99, átti að vera á 60. Ég keypti mér mjög basic rektar stuttbuxur frá Reebok á 14,99, átti að vera á 40 og gymball á 16,99, átti að vera á 45. Overall bara flottur sparnaður verð ég að segja í Marshalls og af því ég nenni alls ekki að taka þetta úr pókanum, keypti Silla sér svona, er þetta í rúmteppi? Rúmteppi, já, keypti innan teppi á $25. Mjög solid verð. En ég held að vloggi er bara búið í dag. Sjáumst aftur í næsta vloggi sem verður líklega þriðjudagur og fimmtudagur eða eitthvað, ég veit það ekki. Bye. Jú, við erum mætt á nýtt Buc-ee's. So I am with Carson. JP. We're JP? Yeah. Insane name. Og núna erum við komin í dýragarð. Já, allt góður, fólk að labba fyrir.